Já, komið þið sæl. Vorið 1990 var ég stödd í Bandaríkjunum á ráðstefnu umhverfismennt. Við vorum það reyndar 3 frá Íslandi og erum hér öll í dag. Þið sjáu að við erum þrjósk. Og dag einn þá sátum við út í sólinni með nokkrum ráðstefnugestum og maður sem þarna var, hann greip epli, skar það í búta á ákveðinn hátt og sagði nokkur orð. Það hríslaðist okkur hrollurinn. Þetta var áhrifamikil kennsla til að fólk áttaði sig á að jörðin hefur takmarkaða stærð. Og svo gerist ekki neitt. Ég búin að íta alla takka. Ó, Getur gert það svo sem prófaði. að nota þennan. Nei, þetta nú bara eitthvað frosið. Kemur sérfræðingurinn. Já. Ég var búin að prófa að íta þennan takka. Það þurfa að vera rétti puttar. Já. Nú, ég var fljót að tileinka mér þennan eplaniðurskurð, eins og mörg ykkar vita, held ég. Og ég hef nýtt hann í kennslu og fyrirlestrum árum saman og lýst honum í kennsluleiðbeiningum. Mismunandi getur verið hvað ég geri eða segi og hverju ég bæti við, en alltaf er grunnstefið það sama að jörðin hefur takmarkaða stærð, öll hennar efni eru aðeins til í takmörkuðu magni og við nútíma fólk virðum ekki þessar staðreyndir. Við förum illa með móður okkar jörð. Og eins og oft áður, þá tók ég með mér epli og jörðin er eins og epli. Hún hefur ekkert stækkað síðan hún myndaðist og lífið er aðeins í örþunnu lagi yst. Lífhvolfið er hlutfallslega þynnra heldur en flusið á eplinu. Og jörðinni búa núna yfir 7 milljarðar manna og þeim fjölgar jafnt og þétt og hér býr líka ótölugu fjöldi dýra af óteljandi tegundum sem einnig hafa rétt til lífs. Menn lifa á þurrlendi jarðar og eru háðir því að rækta jörðina. Þannig að við notum ekki þessa 3/4 sem er vatn, sjór, ís og allt það og þurrlendið er sannarlega ekki allt ræktanlegt. Við sem vorum áðan í lífbreytileikanum, við heyrðum það sannarlega, menn eru háðir því að geta rækta jörðina og það er aðeins 3/3 af landi sem er hægt að rækta. Hluti af þurrlendi er ófrjór jarðvegur, háfjöll, frosin jörð, eyðimerkur, ekki hvað síst. Þannig að það ræktum við ekki og við lifum bara á flusinu. Þetta er jörðin sem við lifum á. Og öll dýrin líka. Og hvað á ég nú að gera við þennan bút? Á ég kannski bara éta hann eða eitthvað? Ég ville helst ekki að hann gæti verið eitraður og setja á hann eitthvað skordýreitur eða eitthvað. En ég veit að sum ykkar hugsað hvað er Sigrún enn að þvælast með þetta epli aftur og aftur. Og ég velti líka fyrir mér ég alltaf að endurtaka mig. En þá leið hugsa ég líka það hversu oft á dag eftir dag, viku eftir viku, árum saman höfum við hlustað, hort og lesið sömu fréttirnar mikilvægi hagvaxtar. Mikilvægi þess að við vinnum frumefni jarðar, borum eftir olíu, virkjum fossa, framleiðum fleiri hluti og í meira magni. Og allt þetta þurfum við að gera til að við verðum rík og hamingjusöm. Fréttamenn segja okkur þetta, stjórnmálamenn, embættismenn. Og við meðtökum þetta gagnrýnislaust.
Þó við vitum að jörðin hafi takmarkaða stærð og skiljum að hún ber hvorki alla okkar neyslu né þá lifnaðarhætti sem við höfum tamið okkur og erum hvött til að viðhalda. Við höfum heyrt svo oft mikilvægi hagvaxtarins að við tökum þessu tali sem sjálfsögum hlut og höfum okkur samræmi við það. Við erum í rauninni alls ekki búin að skera epli nógu oft eða flytja á annan hátt boðskapinn hina takmörkuðu jörð. Svo að þó að þið hafi séð mig skera eplið áður og hafi jafnvel gert það sjálf fyrir ykkar nemendur, ætti að ég að gera það áfram og þið líka 1000 sinnum, 10.000 sinnum, 1.000.000 sinnum, jafn oft og við heyrum þetta með hagvöxtinn. Amerikaninn sem sýndi mér þetta á sínum tíma skildi okkur eftir skelfingu lostinn með bútinn. Og þannig gæti ég líka stoppað, en ég geri það venjulega ekki því að við verðum að hafa von. Vonina að þrátt fyrir allt þá nægi þessi litli græni bútur. Og hann gerir það ef við kunnum að haga okkur, ef við kunnum sjálfbæra lífshætti. Gerum ekki það sem tæknin gerir okkur kleift að gera, heldur sínum hófsemi og tökum ekki meira en það sem jörðin nær að framleiða. Að við áttum okkur á að þessi litli bútur nægir lífríki okkar af því að sama efnið notað aftur og aftur, allt endurnýtt, endurunnið, hring eftir hring og það verðum við líka að gera. Sjálfbærni forsenda þess að mannkyn geti lifað áfram á þessum litla bút. Þetta eini staðurinn sem við getum búið á. Að þessu leyti höfum við ekkert val. Við verðum að átta okkur á að við erum háð náttúrunni til að anda, drekka, borða, njóta. Virðum við það ekki, mannkyni ekki viðbjargandi. Með mig gríptuðu jörðina. Hann missti hana. En þá kannski að heftinu sjálfbærni, sem ég ætlaði aðalega að tala Þetta hefti hér. Árið 2008 voru samþykkt ný lög leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Í þeim var mörkuð ný menntastefna sem síðan mótaði aðalnámskrá árið 2011. Kjarni menntastefnunar 6 grunnþættir. Þeir endurspegla anda, gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga og varða starfshætti, inntak og umhverfi náms og skapa samfellu allra skólastiga. Til að auðvelda kennurum og skólastjórnendum og starfsfólki í skóla að átta sig á inntaki grunnþáttana og flétta þá inn í skólastarf var ákveðið að gefa út rit hvern þátt. Þar leitast við að varpa ljósi á grunnþættina og vekja til umhugsunar tækifæri tengd þeim í starfi skóla. Höfundarítana hafa farið ólíkar leiðir við verk sín og nálgast efni frá ýmsum sjónarhornum miða allir að sama marki að ritin verði kennurum og öðru skólafólki til umhugsunar og hvatningar og ekki síst til leiðbeiningar í daglegu starfi skólans. Þarna þessi rit, þetta þessi grunnþættir, sáum þá líka hérna áðan, heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, sköpun og sjálfbærni. Og það heftið sjálfbærni sem ég ætla að segja ykkur svolítið frá. Það skiptist í 3 meginhluta, sjálfbæra þróun, sjálfbærni og aðra grunnþætti námskrár og loks menntun til sjálfbærni. Hugmyndum kennsluverkefnum dreift allt heftið
og aftast svo samantekt á þeim og heimildir og ítarefni, svona eins og tíðkast. Í fyrsta hlutanum sjálfbæra þróun sagan rakin og ýmis orð útskýrð sem oft hafa flækst fyrir. Þetta orðin löng saga, allt frá því að skýrsla nefndar sem stýrt var af Gro Harlem Brundtland kom út árið 1987. Síðan hafa verið gerðar sífellt meiri og ítarlegri rannsóknir, haldnir ótal fundir og ráðstefnur á vegum háskóla og ríkja og í heftinu lítillega sagt frá stærstu viðburðunum á vegum Sameinuðu þjóðanna, markmiðum þeirra, niðurstöðum og ályktunum. Þetta sem sé Ríó-ráðstefnan 92, með sinni Ríó yfirlýsingu, dagskrá 21 og síðan staðadagskrá 21, jarðarsáttmálanum frá 2002, verndun jarðar sem skildi verið í anda barnasáttmála og mannréttindasáttmála sem kannski miklu fleiri þekkja heldur en jarðarsáttmálan. Og loks, eins og við var rætt hér áðan, áratug umhverfismenntar sem 2005-2014 en það var ákvörðun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 2002 að þessi áratugur yrði tileinkaður umhverfismennt. Svo að ljóst að sjálfbærni ekki bara sérviska einhvers róttæks umhverfisráðherra, heldur þetta ígrunduð stefna alþjóðasamfélagsins sem Ísland og vill vera hluti að. En í heftinu legg ég líka áherslu á að hugsunin sjálfbærni ævaforn. Til marks það minnt á þjóðsöguna Skötutjörn, eldgamla íslenska þjóðsögu sem hafa gerst á Þingvöllum og ef þið munið hann ekki verðið bara að rifja hann upp fremst í heftinu. Þess líka minnst að forfeður okkar og mæður trúðu því að í landinu byggju voldugar verur og að jörðin í heild væri lifandi og máttug og því skildi henni sýnd virðing. Fyrst þetta svo að virðing fyrir náttúru og hófsemi boðuð í ævafornum kennisetningum og fjölmargir vísindamenn og Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekað það sama í áratugi hvers vegna breytast lífshættir okkar svona hægt. Meira að segja svo hægt að margir óttast að ef við snúum ekki strax að rangri braut í lífsháttum og umgengni, þá verður það of seint. Andrúmsloft jarðar verði eyðilagt og ekki aftur snúið. Síðustu helgi sem var merk ráðstefna við háskólann, þar sem var einmitt verið að ítreka þetta. Þetta vegna þess að fólk getur ekki breytt sér, getur ekki látið skynsemi ráða yfir einhvers konar frumeðli. Þannig það ekki. Menn hafa þá sérstöðu meðal dýra að geta breytt sér, geta aðlagað sig búsvæði sem ólíkt því sem þau þróuðust í. Við getum búið hér á Norðurhjara og jafnvel enn norðar, þótt tegundin maður hafi þróast við allt aðrar aðstæður, þannig ekki önnur dýr, þau bundin búsvæði sínum. Þetta gefur okkur möguleika, við höfum val. Við höfum líka sýnt að við getum tekið okkur á. Það náðist samkomulag verndun ósonlagsins á sínum tíma og það að mestu farið eftir því og nú þykknar þessi mikilvæga hlíf jarðar hægt og sígandi. Það hvað margt gengur hægt eins og til dæmis að snúa við loftslagsbreytingum stafar líklega mest af tvennu. Tæknin gerir okkur kleift að byggja okkur frá náttúrunni, ekki síst í stórborgum. Við komumst af án þess að velta fyrir okkur hvað gerist utan borgarinnar eða utan þess svæðis sem við búum á. Tækni nýjungar fyll okkur hroka, við teljum að það verði alltaf hægt að bjarga hlutunum einhvern veginn.
Við skynjum ekki lengur að við erum háð náttúru allar lífsnauðsynjar. Önnur ástæða hægagangs, umbóta í umhverfismálum og líklega svo stærsta að við aðgreinum hagkerfi og samfélag frá náttúrunni. En þetta eru hinir 3 meginþættir sjálfbærrar þróunar. Sameinuðu þjóðirnar hafa frá upphafi og margsinnis bent á að umhverfisvandinn verði ekki leystur nema að taka líka á efnahagsmálum þjóða. Margsinnis hefur verið bent á að myndin ætti að vera svona. Náttúran sjálf, loft, vatn, jörð og margbreytilegt lífríkið umlykur allt. Samfélag það umhverfi sem maðurinn hefur skapað innan náttúrunar. Og innan samfélagsins hefur maðurinn mótað hagkerfið, það allt mannanna verk. Hagkerfið verður því að taka mið af þeim gildum sem móta gott samfélag og samfélagið allt innan náttúrunar og hlýtur að laga sig að þeim reglum og lögmálum sem náttúran setur. Það kann ekki góðri lukku að stýra að reyna að leysa vandamál hagkerfisins án tillits til samfélags og samfélagsvandamál án tillits til náttúru. Þetta nú allt saman betur útlistað í heftinu sjálfu, eins og þið sjálfsagt mörg ykkur að vita sem hafi lesið það og skoðað. Nú, eins og kom hér áðan fram að þá lögð áhersla á að samþætta grunnþættina og ritstjórn heftana óskaði sérstaklega eftir því að ég dragi fram tengsl sjálfbærni við aðra grunnþætti aðalnámskrár. Og þeir eru jú allir samþættir og þekking og færni í þeim öllum mikilvæg til að þróa samfélag til sjálfbærni. Án sjálfbærni nást ekki markmið annarra þátta og alls ekki jafnrétti, lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og velferð. Við tökum læsi. Læsi miklu víðfeðmara hugtak en það að stauta sig gegnum texta. Læsi má skilgreina sem úrvinnsla á því sem maður sér og skynjar í umhverfi sínum. Hefðbundið ólæsi vitum við að hættulegt. Til dæmis ef við skiljum ekki viðvörunarskilti og förum okkur á voða. Þessi kona, hún reynda með peningaseðil fyrir augunum og sér því ekki að hún að fara fram af hengifluginu. Það eru kannski sumir sem fara fram af hengiflugi með peningana fyrir augunum. Nú, ólæsi á náttúruna sem virðist vera svo almennt ekki síður hættulegt en á síðust árum hafa kennarar stór aukið útikennslu til að krakka læra þekkja umhverfi sitt, skilja það, umgangast og virða. Fyrir 20 árum var farið að ræða svokallað vistspor mannsins sem kannski má kalla nokkurs konar lestur eða úrvinnslu sem metur það rými sem fólk notar við athafnir sínar. Áhrif borgarbúa ná langt út fyrir það rými sem borgin tekur því að þeir þurfa fæðu, olíu, byggingarefni og svo margt fleira og þurfa að losa sig við úrgang. Svæði eru misgjöful og reiknið út meðalgeta allra svæða jarðar sem kallast þá jarðarhektari. Síðan fundið út hvað hinar ólíku athafnir þurfa marga slíka hektara. Eitt dæmi úr þessari gömlu bók sem ég nú með einhvers staðar hér, ekki með hana nákvæmlega hér, hún einhvers staðar, en þar einmitt sýnt að maður sem þarf að fara 5 km fram og tilbaka hvern vinnudag, hann þarf 122 fermetri ef hann fer á hjóli, 103 fermetri ef hann fer í strætó og 1530 fermetra ef hann keyrir sig í einkabíl. Ekki þarf að orðlengja það að allir útreikningar sýna að athafnir mannkyns taka miklu meiri og fleiri jarðarhektara en jörðin býr yfir. Og því miður það svo að Íslendingar sýnast vera neyslu frekasta þjóð heims.
Með sömu neyslu þyrftum við nokkrar jarðir, en af því að við eigum bara eina jörð, þá göngum við á höfuðstól hennar, höfuðstólinn sem við ættum að skila afkomendum okkar. Misskipting jarðargæða, svo við talum í lýðræði og mannréttindi sem annan grunnþátt, og misskipting jarðargæða og óréttlætið og fátæktin sem henni fylgja var ekki síst sá hvati sem hóf og eldi umræðu sjálfbærni í upphafi. Víða er fólk svo fátækt að það leiðir ekki hugan að náttúruvernd eða komandi kynslóðum. Foreldrar sem hvorki eiga mat né eldi við höggva í eldin síðustu hríslurnar sem finnast í nágrenninu og sjóða yfir honum útsæði næsta árs frekar en að fjölskyldan svelti. Þannig er sífellt gengið nær auðlindum svæðisins og fólk verður æ fátækara. Á sama tíma lifir annað fólk á öðrum stöðum í allsnægtum og veit ekki aura sinna tal og gengur ekki síður og reyndar enn frekar á auðlindir jarðar með óhófi og bruðli. Allt frá upphafi umræðu sjálfbærni hefur verið bent á að henni verði ekki náð nema efnahagskerfi heimsins verði bylt en lítið gengur. Efnahagskerfið gerir þá ríkur ríkari og fátæku fátækari og slíkt kerfi er ógn við lýðræði og mannréttindi. Því ríkidæmi fylgja völd sem ekki lúta lýðræði nema vissu marki allavega en geta þó haft veruleg áhrif í þjóðfélagi. Skakt verðmæta mat hagkerfisins er náttúrunni dýrt. Hagfræðin greinir ekki á milli nýtingar sem styrkir auðlind og þeirrar sem eyðileggur hana og þjóðir sem ofnýta auðlindir sínar koma hagfræðilega betur út þegar til skamms tíma er litið en hinar sem stýra auðlindum sínum skynsamlega. Þetta er vandmeðfarið efni en ákaflega mikilvægt og við verðum að þora að fjalla það. Ég óttast að ein ástæðan fyrir því hvað gengur hægt er hvað við erum í raun hrædd við þessa umræðu. Lítum á hana sem pólitíska en hún er alls ekki að vera það. Jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Það er sannarlega lítil mannréttindi eða jafnrétti fólgin í því að núlifandi kynslóðir sölsu undir sig auðlindir jarðar, rýri þær eða eyðileggi og ætli svo komandi kynslóðum að lifa við urnar auðlindir og mengun. Hér í dag skautum við hratt yfir þessa þætti, tengd sjálfbærni við jafnrétti, heilbrigði, velferð og sköpun. Þau liggja svo í augum uppi. Okkur líður ekki vel, hvorki líkamlega né andlega nefnum við séum í heilbrigðu umhverfi og náttúru. Og við þurfum sannarlega á að halda hugmyndaauðgi og sköpunargáfu til að finna leiðir út úr því öngstræti sem mannkyn er komið í. En þá er þriðji hluti heftisins. Það er stóra spurningin hvernig menntum við til sjálfbærni. Þeir sem taka þátt í verkefni Landverndarskólar að grænni grein kunna svari við þeirri spurningu. Hinir láta sér þetta stundum vaxa í augum. Finnst að menntu til sjálfbærni sé eitthvað alveg nýtt? Svo er ekki. Heldur er að ræða eðlilega þróun í orðræðu, hugmyndafræði og kennslu aðferðum. Þegar ég var í Ísaskóla hét þetta átthagafræði. Sjálf kenndi ég umhverfismennt í mörg ár og nú er þetta kallað menntun til sjálfbærni. Allt á þetta auka umhverfisvitund að við þekkjum umhverf okkar og skynjum hvað er við hæfi. Sýnum náttúru, umhverfi og komandi kynslóðum, kurteisi og tillitssemi. Vandi er að aukin þekking á þessu sviði getur vakið ótta hjá fólki. Kannski ekki síst ungu fólki. Þetta hefur orðið til þess að kennarar gefast upp. Finnst að þeir geta ekki lagt á herðar ungs fólks áhyggjur af framtíð jarðar og mannkyns.
Slík uppgjöf vítahringur sem við megum ekki lenda í. Þess vegna verkefni Skólar á grænni grein svo gott. Það kennir krökkum að ganga að risastóru verkefni með smáum skrefum, þar sem allir taka þátt, leita lausna og halda sífellt áfram og hverjum áfanga fagnað áður en hafist handa við það næsta. Og þá ekkert annað en að bretta upp ermar eftir þessa mjög svo ágætu og skemmtilegu ráðstefnu hér í dag með öllu þessu góða fólki og við þurfum að halda áfram og endurtaka og ekki gefast upp. Takk fyrir mig.